Tim na yung pumpunga. Góðan dag, kæru vinir. Verið hjartanlega velkomin í kirkjuna hjá okkur í dag. Yndislegu dagur, fallegu hvíldardagur. I'm just welcoming you to this church today. Good to see so many. Some speak English, so I just translate a little bit. Við erum venjulega með upplýsingar í tilkynningar hér á þessum tíma akkurat í dagskránni og ég hef sett þetta hérna upp á vegginn. Það auðvitað eins og venjulega, við erum að tala búðin okkar, við erum að tala bænastund á þriðjudögum. Búðin opin á þriðjudögum og fimmtudögum frá 2 til 6 og svo bænastund klukkan 12 á þriðjudögum. Við erum að lesa í Hebreabréfinu, frábært bréf auðvitað sem allir þekkja en undursamlega góður lestur og
og gott að ræða við fólk þetta og biðja saman í tengslum við Hebreabréfið. Og svo sama á þriðjudögum klukkan 6 þá súpustofan opin. Mér langaði til þess að nefna það að við vorum með fund hér síðastliðinn hvíldardag, safnaðarfund, sem það var verið að fjalla lyftumálin okkar hérna í kirkjunni og við greiddum atkvæði það og það var samþykkt einróma með fólk klappaði fyrir jafnvel. Auðvitað á að koma fyrir lyftu í húsinu hafi aðgengi hreyfihamlaðir í húsið, svo að það stendur til og mér langar bara til þess að nefna það að það það sem er áformið fyrir okkur núna, að koma inn hér aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Þetta var svo samþykkt á stjórnarfundi kirkjunnar, það ekki Reykjavíkursafnaðar heldur kirkjunnar upp í Snýri Suðurhlíð á sunnudeginu síðastliðinn sunnudag. Svo að þetta eitthvað sem við munum svo ráðast í sem fyrst helst. Málið auðvitað að kirkjan okkar verður 100 ára á komandi ári í janúar, febrúar 2026 og mikið hefði verið stórkostlegt hefði verið búin að setja inn lyftu á þeim tíma, en það verður víst ekki því að allt tekur sinn tíma og allt það að gera á skipulagðan hátt. Þetta var bara svona stutt skýrsla frá þeim fundi sem við vorum með síðasta hvíldardag. Nú ætlum við að halda áfram og syngja upphaf sálminn okkar. Hann eins og þið sjáu hérna númer 64. Nú, þú hæsti Guð, syngjum saman.
bæn með okkur. Ástríki Faðir, kom þú til okkar hvers og eins og lát hugsanir okkar og tilfinningar efla okkur til þess að gera vel á þessum degi. Amen. Takk fyrir. Þá munum við taka upp gjafir eins og við venjulega gerum og við erum ekki að fara hér á milli bekkjana, heldur þetta við útgöngun, þegar við göngum út að það er möguleiki á að leggja þar í poka. Rauði pokin er fyrir gjafir fyrir guðsþjónustuna eða þá að greiða í gegnum posa. Biðjum saman. Himneski Faðir, við lofum þig, Drottinn, fyrir alla þína góðu gjafir og alla það möguleika sem við höfum til þess að þjóna þér og láta gott af okkur leiða. Mættum við í gjöfum okkar og tíund vera með til þess að byggja upp þitt ríki og þitt starf fyrir þessum heimi. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Þá ætla ég að lesa ritningalesturinn sem Einar ræðumaðurinn okkar hefur valið sér, sem er í Rómverjabréfinu 12. kafli, vers 1 til og með 3 og við skulum rísa á fætur þegar við hlýðum á orðið. Því brýni ég yður, systkin, að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn Guðsdýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, hið fagra, hið fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin, segi ég ykkur öllum. Enginn hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi, og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur úthlutað honum. Biðjum saman. Drottinn, við komum fram fyrir þig í tengslum við þetta orð, þessa undursamlegu hvatningu sem við finnum hér, að við fáum að bjóða okkur sjálf fram sem Guði þóknanleg fórn í lífi okkar, í þjónustu okkar, í göngu okkar með þér og líka í því að í þeim mæli trúar sem þú veitir að við þjónum við þeim náðargáfum sem þú, Drottinn, hefur gefið okkur. Mættum við þannig þjóna þér og vera þínir þjónar og ganga með þér og vera þínir verkamenn stöðulega og ávallt og aldrei gleyma að það er það sem gefur lífinu gildi, að fá að þjóna þér og að þjóna og ekki láta þjóna okkur. Og Drottinn, við biðjum þig að blessa stundina hér, blessa ræðumannin okkar sem ber fram þitt orð hér í Drott. Blessaðu Einar sérstaklega, útheltu þínum anda yfir hann í því verki sem hann starfar með núna og leggur fram. Drottinn, við biðjum líka fyrir svo mörgum, við erum ekki að nefna nöfn, en það eru margir sem þurfa sérstaklega á þér að halda, Drottinn, í göngu sinni og í lífi sínu. Vilt þú vera með þeim öllum hér og líka þeim sem eru bara hér í kirkjuna og þurfa sérstaklega á þér að halda og njóta styrks frá þér. Við biðjum fyrir heimsmálunum okkar. Við hrópum til þín, Drottinn. Við tökum andköf þegar við sjáum og heyrum hvað er að vera í þessum heimi svo oft. Bara hrópum til þín að þú komir þar að, Drottinn, og umfram allt að þú komir til þess að binda endi á gönguna hér í þessum heimi og þess að synda sögu við þráum að fá nýjan heim og nýtt og betra
betri heim, það sem réttlæti býr, Drottinn. Við þráum réttlæti og að þú komir og gefur okkur nýjan heiminn og nýja jörð eins og þú hefur lofað. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja annan sálm og hann hérna eins og við sjáum númer 85. Já, það eru börnin, já. Barnabörnin. Ekki mörg hér náttúrulega, en kannski einhver þarna uppi. En það er hægt að segja svo margar sögur að maður er stundum í vandræðum með að velja. En ég ætla að taka eitthvað dálítið einfalt sem að krakkar í dag þekkja og það er þetta hérna. Farsími, handfrjáls sími. Og að hugsa sér að við sem erum eldri, við náttúrulega ólumst ekki upp við þetta. Og ég minnist þess oft í tengslu við síma þegar ég var á sjó, einn á sjó, kannski, svona 1996, að þá, var ég á sjó og við höfðum ekki svona með okkur þá, en það var stór sími sem var kannski 2-3 kíló sem hægt var að fara með í bátinn og tengja og kalla. Þetta var svona stærðarstykki. Í dag er þetta orðið svona og krakkar með þetta og krakkar kunna á þetta og krakkar eru að kenna okkur fullorðnu á þetta. Alveg magnað. Og þið krakkar sem að hafi þetta í höndum
og kunnið og eru svo klár að þá er gott að hugsa að þið geti gert svo margt við þetta. Það er að taka myndir af mér eða öðrum. Þú getur tekið upp eitthvað sem einhver er að segja. Þú getur farið og séð hvað mogginn er að skrifa. Þú getur verið í sambandi við einhverja hinum megin á nettinum. Þetta er alveg magnað hvað þetta litla hérna getur gert. Hvað gerum við þetta? Ég nota þetta hverjum degi, ekki bara til að tala, heldur til að taka myndir líka. Já, alltaf mikið af myndum. En það er eitt krakkar, sem ég nú er að tala við krakkana, það er eitt krakkar sem að þið verðið að gera til að geta nýtt ykkur þetta töfratæki, þessa tölvu. Það er að setja inn í gang. Ef þú setur þetta í gang, þá er allt það góða sem þetta getur gert ekki til neins. Engar myndir, ekki sent neitt skilaboð, engin sími, engar fréttaveitur. Þú verður að setja þetta í gang. Þú verður að kveikja á þessu. Hlaða og kveikja. Og þetta er svona atriði sem ég vildi skilja eftir hjá ykkur krakkar, að það þarf að kveikja á því góða sem við eigum. Það þarf að kveikja á því góða sem við eigum. Og það tengist því sem ég ætla að tala um á eftir. Takk fyrir. Þá er bara komið að predikunni. Einar, gjörðu svo vel. Ég hefði ekki þurft að setjast, en það var gott að fá hvíld. Jæja, gott fólk. Eins og alltaf þá er maður með endamaður, loksins þegar maður svona klárar að prenta út það sem maður er búin að vera að setja inn og hugsa í dálítinn tíma og svoleiðis slag, svo prenta maður þetta út og svo segir maður, þetta er allt of langt. Þetta er allt of langt. Og hérna, ég ætla að taka tíman á þessu núna og kenna sjálfum mér leksju og svo megið skamma mig eftir á. Ef þetta verður allt of langt. En þetta er mjög gott. Nei, ég veit það ekki, við sjáum til. Lífið og lífsbaráttan. Lífið og lífsbaráttan. Veðrið í dag, er þetta ekki dásamlegt að koma til kirkju í svona veðri? Síðasta helgi var ekki alveg jafn góð. Langt í frá. Og það sem fólk hefur þurft að glíma við á landinu okkar, og nú er ég kannski að endurtaka eitthvað sem ég talaði í fyrra eða hitti fyrra eða eitthvað, en ég er svolítið í því að fylgjast með því sem að hefur gerst á til dæmis þessum degi í gegnum tímana. Bókin Dagar Íslands, hún er svolítið merkileg og ég ætla að segja ykkur frá nokkrum atriðum sem að hafa gerst í kringum þennan dag sem í dag er. Þann 7. mars 1873 fórust 15 franskar skútur við Suðausturströndina. 15 franskar skútur með öllum, það rak ekki nema 40 líka á land. Þann 8. mars árið 1700 fórust tugir fiskibáta á fáum klukkustundum í hræðilegu stormviðri af útsuðri. Hvað er útsuður? Nú lærið eitthvað nýtt. Hvað er útsuður? Það er suðvestanátt. Það skall á suðvestanátt og það fórust tugir fiskibáta. Þetta voru náttúrulega litlir árabátar í þá daga. Mest manntjón var við Reykjanesskagann, við erum að segja eins og frá kannski Þorlákshöfn
og svo hringinn og inn í, ég veit ekki, Voga, Hafnarfjörð. Og 136 menn drukknuðu á einum degi. Eitt veður, 136 menn drukknuðu. 9. mars, 17 árum áður, 1573, þá var sjóslys undan Hálsahöfn í Suðursveit. 17 bátar fórust bara frá því svæði. 53 drukknuðu. Og 9.3. líka, en 1685, þá var svokallað góuþrælsveður, 7 skip frá Stafnesi, það er rétt sunnan við Sandgerði, bara bóndabær þarna sem heitir Stafnes. 7 skip frá Stafnesi fórust aftur út suðvestanáttin, hún er svo ferleg á veturna, í febrúar og mars. 58 menn frá einum róðrastað. Sama dag fórust 50 menn á 4 skipum frá Vestmannaeyingar, 50 manns á einum degi. Og 24 á öðrum skipum. Það fórust 132 á sjó og 6 urðu úti. Við Útskálakirkju var fjöldagröf, það voru setti niður 40 manns einn daginn af þessum drukknum. Og næsta dag jafnmikið. Ímyndið ykkur lífsbaráttuna sem að forfeður okkar, formæður, hafa farið í gegnum. Og hvernig erfiðleikar hafa verið alveg svo miklir að við getum varla ímyndað okkur það. Og bara í þessu samhengi að þá er áhugavert að Þóra á Flankastöðum, hans Manfreds, eins og við köllum hana, og ég þarna í klöppinni hinum við tjörnina, að við mistum langa á okkar bæði sikkvot árið, 1906 og 1907. Og 20. mars 1907 þá er það að langafi minn er á bát frá Flankastöðum og mágur hans og svo 2 frá Neðri Hundadal, frændur þeirra fólk sem þar er, og þeir fórust allir og þetta er dæmi lífsbaráttuna sem að fólk hefur þurft að fara í gegnum. Alveg hroðalegt, og það eru atburðir í gangi í dag út í heimi sem svipar til þessa, hugsið ykkur. Það sem að fjöldi manns er drepinn bara með einni sprengju. Áföllin alveg hroðaleg, og þannig hefur þetta alltaf verið hjá manninum, en sum svæði í friði í svolítinn tíma sem betur fer. Og svo lentum við náttúrulega í vandræðum síðustu helgi þegar flæddi svona geislega mikið og stór skemmdir þarna við ströndina, þarna milli til dæmis Garðs og Sandgerðis og áfram. Og ég hef aldrei fyrr, og hef ég búið þarna lengi, ég hef aldrei fyrr á ævinni séð brim inn á túninu hjá mér, fyrir utan eldhúsgluggann. Það var að klárast, brimið sem kom yfir kampinn, það var að klárast þar. Alveg magnað bara. Og hvað við erum í raunum veru tæp með svo margt. Allt í einu, eftir áratugi, kemur þetta flóð þarna suður frá, já, sem að hefur ekki verið jafn slæmt bara í áratugi. Jæja, lífsbaráttan og allt það. Svo hvað er að frétta hjá ykkur? Þú þarft ekki að standa upp og tala og segja, alls ekki. En hvað er að frétta hjá ykkur? Svona þegar þú hugsar aðeins. Hvað er í gangi og hvernig gengur? Það er alltaf eitthvað í gangi hjá okkur, stórt og smátt. Við vitum aldrei hvað bíður okkar á næstu mínútum eða dögum. Fyrir 3-4 vikum átti ég ekki von á því
og ég var með Hvíldarskólann í Keflavík þá, að allt í einu klukkan 2 síðdegis þá uppgöta ég rafmagnsleysi og það hlýst af því að það lekur undir rúðuna í einum glugganum sem aldrei hefði gert áður. Það hafði farið ofan í fjöldtengi, hvernig er þetta hægt? Og sló út öllu rafmagninu. Jæja, ég fann þetta og svo var ég að vinda frá klukkan 2 á föstudeginum til klukkan 5 á laugardagsmorgun. Einar vindingur. Marga klukkutíma, eitthvað sem að ekki var í planinu hjá mér, en svona er lífið. Það koma þessi óvæntu atvik upp og svo síðasta helgi þetta mesta flóð í áratugi. Alveg ótrúlegt. Og við erum að upplifa núna í fréttum svo mikið alls konar ósætti, alls konar áföll. Og mörg okkar erum hætt að hlusta mikið á fréttir. Maður ræður bara ekki við þetta. Og það er þessi skautun sem ég hef nefnt áður. Stríðsundirbúningur í Evrópu. Muni eftir versunum, þið munu spyrja hernað, þið munu spyrja hernað og ófríðartíðindi. Og það er verið að gera bæklinga hvernig ég að bregðast við eftir styrjaldar kemur. Skjótt skipast veður í lofti, eins og við segjum á íslensku. Skjótt skipast veður í lofti. Og það hefur ýmislegt verið í gangi hjá okkur líka, innan okkar kirkjudeildar. Og í dag þá bara finn ég það að ég óttast ýmislegt sem ég óttaðist ekki fyrir nokkrum árum. Það hvað getur gerst í heiminum og hvað getur gerst hér á landi. Fyrir 10 árum grunaði man ekki að staðan yrði svona í heimsmálum á okkar svæði eða í okkar kirkju. Skjótt skipast veður í lofti. En málið er svo, hvernig bregðumst við? Ég á von á fleiri flóðum yfir túnið hjá mér. Það er ekkert vafamál. Kannski frá fleiri gluggar að leka og fleiri rafmögn missa sambandið. Hvernig bregðumst við? Það er þrennt sem að svona sýnir hvernig við bregðumst við. Það er hugsun, tilfinning og svo athöfn. Hugsun, tilfinningar og gjörðir eru kjarni málsins. Og til að fóta sig vel í lífinu, til að ná árangri í íþróttum eða hverju sem þá þarf hugsun, tilfinningar og gjörðir að spila saman. Þetta er samsetningin, þetta er eins og þríhyrningur. Hugsun, tilfinningar, gjörðir. Og allt annað þrífst innan þessa. Hver dagur hann ræðst af samspili þessara þriggja þátta. Hugsun, tilfinningar, gjörðir. Mér er að segja hvernig þér líkar við að hlusta á það sem ég er að segja núna, að það er tilfinningar og það er hugsun. Og ef þú ert mjög ósátt þá myndast kannski gjörð, athöfn og þú lappar út eða eitthvað. Þetta þrennt, hugsun, tilfinningar, gjörðir. Lífið okkar er samsett af þessu. Samspili þessara þriggja. Þetta er ein leið til þess að sjá tilveruna.
Og hverju ræður þú í þessu? Hverju ræð ég? Ræð ég eitthvað tilfinningar mínar, hugsanir mínar, gjörðir mínar? Hverju reynir þú að stjórna meira en öðru? Hvar missur þig? Það í tilfinningum, hugsunum eða gjörðum? Gerum við eitthvað án hugsanastundum? Án tilfinninga? Hvernig það sem að við komum okkur áfram í því sem að við þurfum að gera á hverjum degi? Hvernig gerum við það? Hvað gerum við þegar við finnum ekki blað númer 2 í ræðun okkar? Þetta svolítið vandræðilegt. Jú, Erik, þú settir það hérna á þennan stað hérna. Já, þakka þér fyrir. Hugsun, tilfinningar, gjörðir. Rammar allt inn. Móðir Teresa. Florence Nightingale. Carter forseti. Putin. Trump. Hugsanir, tilfinningar, gjörðir. Hver stund okkar, hún samsett af tilfinningu, hugsun og gjörð. Eða samspili tveggja. Og þú getur núna allt í einu ákveðið eða kannski ertu hvött til að hugsa eitthvað dapurlegt og þú getur dottið þangað. Eða gleðilegt og þú getur dottið þangað. Hugsun skapar tilfinningar og öfugt. Og yfirleitt leiðir þetta til gjörða, til athafna. Hvað gerðist hjá þér áhrifamikið í athöfn, hugsun og tilfinningu nýlega? Þú þarft ekki að standa upp og segja. En bara hugsa, hvað gerðist nýlega þar sem að eitthvað mjög sterkt gerðist í einum af þessum þáttum? Ertu sátt við samspil þessara þátta hjá þér núna í dag? Það að koma í kirkju í dag, hvað ákvað það? Þetta gjörð, þú komst í kirkju. Var það tilfinning eða var það hugsun? Ég hef stundum farið í kirkju vegna hugsunar. Mér langaði ekki, en ég hugsaði og ákvað og gerði. Og svo öfugt. Maður farið í kirkju vegna tilfinninga, mann langar til að fara, það eitthvað sem langar til að heyra og ég fer. Tilfinningin þá leiðandi. Stundum förum við í kirkju vegna skyldukvaðar. Við viljum halda þessum takti. Og sérstaklega ef það einhver sem að tala sem að ég kannski þekki, að þá vil ég ekki vanrækja hann eða hana. Erum við sátt við þetta samspil hjá okkur í dag? Hugsana, tilfinninga og gjörða? Sumir eru miklar tilfinningaverur. Tekst að hemja sig illa, eru mjög hrifnæm. Þið þekkið svona fólk það ekki? Kannski ert þú svona? Sumir bregða ekki skapi nema einstaka sinnum. En þetta leiðir til gjörða. Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í reiði hjá þér? Bara rétt fyrir þetta að hugsa. Hvað kveikir í reiði hjá þér? En gleði.
Þetta leiðir oft til snöggra viðbragða og viðbrögðin geta oft verið dálítið sterk. Ég ólst upp hjá afa og ömmu, þarna í Klöppinni. Þau eru 50 þegar ég kem þangað sem 2 mánaða barn. Og ég sé það eftir á að maður var algjör prins. Og þið getið skilið það. Að fá 2 mánaða barnin á heimilið, eða reyndar var einn sonurinn ekki farin að heiman, hann var 13 að verða 14. En ég ólst upp hjá þeim og það var ýmislegt sem að ég komst upp með sem að hinn komust ekki upp með. Ég sá það eftir á. Þau voru mér afskaplega góð, en þau kunnu ekki mikið á faðmlög og svoleiðislagað, eins og svo margir frá þessum tíma. En maður minn, ég efaðist aldrei að þau væru mér góð. En þetta er smá atriði varðandi tilfinningar. Ég var prinsinn í augum afa míns. Mátti allt, gat allt. Og einn daginn kemur hann og finnur mig og slær mig utan undir. Ég er svo sáttur við þetta. Það er ekkert sem truflar mig við þetta. Auðvitað fór ég að gráta og fór heim til ömmu, hún er ábyggilega að gefa mér eitthvað. Hvað gerði afa minn svona reiðan við mig? Kannski var ég 8-9 ára þarna eða eitthvað. Það sem hann gerði eitthvað sem hann aldrei gerði síðar og aldrei gerði fyrr. Gaf mér löðrung. Og ég hef skilið það síðar að það sem að var að spila í honum voru ofboðslegar tilfinningar. Hann elst upp hjá mömmu sinni sem misti manni sinni í sjóinn, sem ég var að segja frá áðan, langafi minn. Hún var vinnukona á bæjum þarna á svæðinu og börn vinnukvenna voru nú ekki hátt metin. Farið illa með þau. Og langamma mín, hún líka aðeins bilaði í kollinum. Og henni var strítt og hún var tekin fyrir. Hún var lögð í einelti af krökkunum í plássinu. Og afi vissi þetta. Og bróðir hans vissi þetta. Og það voru krakkar í bæjarfélaginu sem fengu að kenna á því þegar þeir heyrðu hvað hafði gerst. En hún var lögð í einelti og tilfinningar afa varðandi þetta, sem að tjáði ekki sína tilfinningar mjög auðveldlega, það er svoleiðis springa í loft upp þegar hann heyrir frá Jóa í Vallarhúsum að við vinur minn á næsta bæ, við höfðum kvöldið áður verið að stríða Jóa. Við vorum ekki að skemma neitt, við fórum bara upp á þak þarna og vorum að riðlast á þakin eitthvað og stappa og ég veit ekki hvað og hvað. Hrekkja gamla mannin, og ég skammast mín alveg hróðalega, þetta ekki ímyndaði ykkur það. Við vorum að hrekkja gamla mannin, en eins og krakkar gera, þeir hugsa ekki út í hvað þeir eru að gera. Þetta voru við bara krakkar. Og þegar afi heyrir þetta eftir hádegið, hittir Jóa, kemur, og þá nefnir Jói þetta sennilega, og í afa þá er það tilfinningarnar sem svona gjörsamlega tútna út. Og ég hef gert mig grein fyrir því síðar að þarna upplifði hann það sem að mamma hans hafði þurft að þola. Nú var það barnabarnið hans að orsaka svona. Já, gömlum manni sem gat ekkert gert og þegar hægfara, gat ekki elt okkur eða neitt. Og kinnhesturinn kom og ég þakka afa fyrir kinnhestin. Ég átti þetta alveg skilið og ég er sáttur. En þetta með tilfinningarnar, að þegar ég áttaði mig á því síðar sem fullorðinn að þarna söfnuðust saman allar þessar gömlu tilfinningar
þegar hann sér að veist að mömmu hans sem var orðin sjúklingur. Tilfinningarnar. Hvar það sem að við springum? Á hverju ölum við, þetta góð íslenska, að ala á einhverja, hugsa mikið eitthvað. Á hverju ölum við? Ekki auðvelt að festast í neikvæðinni? Einvera leiðir oft til neikvæðra hugsana. Þegar COVID-lokunin var, þá fann ég hvað það var að gera mér. Maður datt í neikvæðar hugsanir. Maður reyndi að vinna móti því, en maður gat það ekki. Jafnvel nótt maður að reyna að sofna og maður getur ekki sofnað, það sækja mann hugsanir sem ekki uppbyggilegar. Og eina leiðin fyrir mig það var að fara í sjónvarpið og sofna úr leiðindum yfir einhverjum þætti miðjanótt. Við finnum það mikilvægt fyrir okkur að stjórna hugsunum okkar. Og maður hefur lært svolítið mikið bara síðustu árin núna, 2, 3, 4 ár, hvað það auðvelt ef þú ert mikið einn að detta yfir í neikvæðar hugsanir. Og hvað gerir maður þá við því? Hugsanir og gjörðir, þær mótast af tilfinningum og hugsunum, jákvæðar, neikvæðar, tilfinningar, hugsanir mótaðir. Og svo gerum við grein fyrir því að þjálfun leiðir til sjálfkrafa viðbragða, til sjálfkrafa gjörða, samanber hjá íþróttafólki. Hafið þið séð markmann til dæmis verja glæsilega, næstu því sjálfkrafa viðbrögð, sem hann búinn að temja sér í gegnum endalausa þjálfun og hugsun. Hvað geri ég? Það hugsun og tilfinning sem að spila inn í það. Fólk sem hvatvíst, svolítið áhugavert, fólk sem svolítið hvatvíst. Hvað hefur þú gert af hvatvísi sem að þú hefði viljað sleppa? Höfum við öll farið yfir strikið í hvatvísi? Pétur postuli, hann fór yfir strikið í hvatvísi, bara sverðið hérna og beint í Markus, náði ekki nema eyranu, hann ætlaði að taka eitthvað meira heldur en bara eyrað. Hvatvísi. Móse, hann drap mann í hvatvísi. Tilfinningarnar, það var ekki mikil hugsun, en það voru tilfinningar sem sköpuðu gjörð, athöfn. Og þannig lífið og tilveran. Biblían tekur á þessu öllu saman, hún fjallar þetta á einn og annan hátt. Hugsun, Salómon, predikarinn, geysileg hugsun þarna á bakvið. Nikodémus, þegar hann kemur til Jesú. Tilfinningar eru líka í Biblíunni. Sálmarnir. Það sem að Davíð hellir úr sálarfylgsnum sínum. Og það eru sálmar þarna sem eru alveg augljóslega þunglindis sálmar, vonleysis sálmar og svo framvegis. Og þannig Biblían með þetta allt saman. Hún með þetta allt saman. Jesús grét yfir Jerúsalem, já. Lærisveinarnir vildu fá eld af himni til að eyða heilu þorpi vegna þess að þorpið hafði ekki áhuga á því að hlýða á Jesú. Pétur með sverðið, gjörð. Páll ofsótti, gjörð.
En svo boðaði hann Jesú Krist gjörð. Ákvarðanir teknar af hugsun og tilfinningum og þær myndast svo í gjörðum. Hvað gerist hjá okkur andlega þegar við endurfæðumst, þegar við fáum nýja sýn á lífið? Biblían, Nýja testamentið, Kristur kenna okkur heilmikið þetta. Og okkur er kennt í þessum ritum að ala staðfastlega á vissum tegundum hugsana og vissum tegundum tilfinninga og að framkvæma vissar athafnir. Og þetta kemur með æfingunni. Og hvað við þurfum á þessu að halda? Góðu, réttu samspili þessara þriggja þátta sem að ákvarða í raun og veru allt hvað við gerum og hvernig við erum. Samspil hugsana, tilfinninga og gjörða. Við þurfum í fyrsta lagi að vera mjög meðvituð eðli okkar og hvar mörk okkar eru. Við erum öll misjöfn. Við þurfum að rækta það sem að er rétt og er fagurt. Við þurfum að rækta það sem við teljum að sé uppbyggjandi fyrir okkur sjálf. Og í þriðja lagi þurfum við að fara frá kringumstæðum sem kunna að vera ofviða, bardagaköppum sem að læra judo, karate eða hvað sem er, og ég hef verið í þannig kennslustund að ef þú ert að mæta einhverjum sem að er að fara að ráðast á þig, það er gott ef þú getur varið þig, en þú átt bara að hlaupa í burtu. Þetta hafa flottir íþróttamenn í íþróttunum sagt og kennt sínum nemendum. Það er stund þar sem að það er bara skynsamlegt að ganga frá eða hlaupa frá. Og svo í sambandi við þetta, hugsanir, tilfinningar, gjörðir, og ég hafði með hérna það að kunna að biðjast afsökunar, kunna að segja fyrirgefðu. Við gerum það svolítið ofsjaldan, oft á tíðum, en það er mikilvægt að læra þetta. Maður hefur kynnst fólki sem er tilbúið að segja fyrirgefðu og bara hvað þetta lagar svo margt, svo mikið. Og svo í 5. lagi þá er eitthvað sem að hérna er svolítið merkilegt, og það er að taka á. Við þurfum að vera meðvituð eðli okkar, við þurfum að rækta það sem er rétt og fagurt, fara frá vissum kringumstæðum, við þurfum að kunna að biðjast afsökunar, en við þurfum líka að kunna að taka á. Að taka á. Að beita valdi. Það þarf stundum að gera. Þú lætur ekki einhvern fara og skaða annan nema reyna að grípa inn í ef þú telur í ráða við aðstæður. Stundum þarf að beita valdi og taka almennilega á málunum. Og í Nýja testamentinu, í bréfunum, er áhugavert hversu oft sá sem er að fá bréfið er hvattur til þess að stappa niður fótum, taka á málum, taka á fólki og jafnvel henda þeim í burtu. Í alvöru. Að taka á þegar á þarf að halda. Jesús í musturinu, bara flestir eiga kannski eitthvað í vanda með þetta, en sjáuði Jesú í musturinu, frelsara heimsins, þetta góðmenni, komin með snæri hérna, ógnandi og hrópandi, en sumir hafa viljað túlka þetta svona, hann bara hélt á snærinu og var svona voða góður að sjá. Það var mikið í gangi, það er ekkert vafamál. Því það er staður og stund þar sem þarf að taka á málum og virkilega taka til hendinni.
Lát engan lítilsvirða þig, sagði Páll við Títus. Lát engan lítilsvirða þig. Sem gerðu eitthvað sem stoppar hinn í að lítilsvirða þig. Þetta samspil tilfinninga, hugsana og gjörða er mjög áhugavert. Og það er það sem að gerir okkur að því sem við erum á hverjum degi og hvernig við komum fram og hvernig okkur líður. Verum meðvituð og vakandi. Og nú ætlum ég að lesa versin sem hann las hérna og ég enda með því, sem hann las áðan úr 12. kafla Rómverjabréfsins, og sjáu þið hvað er mikið talað þarna að gera vissa hluti af því sem við erum að tala tilfinningar, hugsanir, gjörðir. Því brýni ég ykkur systkin að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn Guðsdyrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims, heldur látið umbreytast með hinu nýja hugarfari, hugsanir, og lærið að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin, segi ykkur öllum, enginn hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi, og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur úthlutað honum. Kæru vinir, ræktum og styrkjum það sem að við getum stjórnað. Látum hugsanir, tilfinningar og gjörðir þennan þríhyrning samstarfa til að móta okkur sjálf, til að blessa aðra og til að heiðra Guð. Amen. Þakka þér fyrir, Einar, hjartans þakkir, og við ætlum að svara með því að syngja sálmur 145, nummer 145 á ferðum lífsins.
komið að lokum hjá okkur og hjartans þakkir fyrir að vera hérna hjá okkur, með okkur. Hjartans þakkir Einar fyrir góð orð. Þakka þér Sandra fyrir að spila fyrir okkur, Dexter með útsendinguna fyrir okkur og Harpa að þýða. Hjartans þakkir til ykkar allra. Og þá mun við taka blessun drottins hér og svo göngum við inn og fáum okkur að borða á eftir. Gjörðu svo vel Einar, þú myndir hafa blessun orðin fyrir okkur. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.